Hverjir eru valkostir sjúklinga sem eru með lokastigs nýrnabilun? Það jú eins og þeir eru búin að fá fræðslu það er skilunarmeðferð, það að segja blóð- eða kviðskilun. Og síðan það þá nýraígræðslurnar sem þá annaðhvort ígræðsla frá lifandi eða látnum gjafa. Það það sem ég ætla að tala hérna í kvöld. Nú, hvað eru líffæraígræðslur? Það getum við byrjað kannski að spyrja að. Og það einmitt þegar líffæri flutt frá einum einstakling, annaðhvort þá lifandi eða látnum til annars. Og ástæðan fyrir þessu auðvitað að bæta líðan, auka lífsgæði og í mörgum tilfellum að bjarga lífi því að þegar að ræða hjarta, lungu eða lifrarígræðslu að þá þá auðvitað mjög oft spurning um lífi eða dauða. Það hefur líka sýnt sig að ígræðslur, nýraígræðslur eru fjárhagslega hagkvæmari heldur en skilunar meðferðir svona þegar til lengri tími litið, svona ef maður horfir á þess að þann þátt líka.